Hvernig kviknar svona skódellan hjá þér? Vá, sko ég var náttúrulega byrjaði með mikinn áhuga á fötum og síðan var Ingvar bróðir minn, hann svona byrjaði allt í einu að tala skó við mig og hann kynnti mér fyrir Dominic, the shoe surgeon og ég fer að fylgjast með honum grannt á Instagram og YouTube og svona og síðan sé ég að hann að auglýsa námskeið og svona, ég var svona þá strax fyrst farin að þekka Jordan skóna og svo sá ég að hann var að auglýsa námskeið og svona, var ekkert að spá í því, mér langaði alltaf ekki mikið að fara en það kostaði ekkert smá mikið, þannig að ég spáði aldrei meira í. Svo sagði mamma og pappa frá því að það væri námskeið í LA í september 2017 sem ég bara skráði mig og myndum bara að finna út hvernig ég myndi borga það. Fyrstu sem þú smíðar er Stan Smith, eða ekki? Jú. Hvað er eitthvað svona sérstök pæling á bak við þá? Báðir skórnir eru svona með innspó frá Íslandi. Þessi svona, maður sér strax að þetta er svart og rautt eins og bara mjög þekktir Jordan skór en svona ég var svona að hugsa út í eldfjöll á Íslandi og inn í skónum er líningin svona, ja, fóðrið eins og svona hraun eiginlega. En þessir hérna, þessir Jordan, Já. Þú ert mikið í þessu, þú ert að splæsa saman eða búið til þína útgáfu af þekktum skóm? Já. Sko, þetta eru bara Jordan 1 og ég sá sólan, hann er svona icy eins og þeir segja úti. Þá hugsaði ég strax um Ísland og ég bara fór að setja saman hvað myndi passa og rauði hérna undir svarta leðrinu var með mikið í huga og ég vann mig eiginlega út frá því og fann bláa og svo fann ég hvíta og þá byrjaði ég svona að púsla saman hvað myndi koma best út, hvað ætti að vera hvar og þetta er bara í rauninni frá íslenska fánanum. Þú fórst í einhverja keppni og eitthvað með þessu skó og vannst? Já, það er eftir námskeið þá hélt hann keppni, þetta var 4. skipti sem hann gerði það, þannig að þetta er svona tiltölulega nýtt hjá honum að halda keppni eftir það. Það voru 30 nemendur á námskeiðinu sem er bara fjölmennasta sem hann hefur haldið. Það var bara netkosning og ég vann hana. Já, og hvaða náungi er þetta? Eða, þú veist, er hann eitthvað svona stórt fylgi eða hver er þessi shoe surgeon náungi? Hann er mjög stór. Hann er með hátt í 500.000 fylgjendur á Instagram. Hann er unnið með Drake, Vic Mensa, LeBron James, rappar sem heitir G-Eazy og Justin Bieber, töluvert fleiri. Skórnir hans eru mjög dýrir þannig að maður þarf að eiga svolítið mikið pening til að geta keypt bara skó. Þessir fóru í sölu? Já. Og kostuðu skildingin? Já, þeir kostuðu rúmar 120.000 krónar íslenskar. Og hvert er svona framhaldið? Eftir að þú vinnur þetta og þessir svona fara á sölu í skamman tíma, hvað gerist eftir það? Ertu bara að fara að vinna við þetta eða hvað? Ég veit það ekki alveg, ég bjóst aldrei við að ég myndi vinna þessa keppni sko. Ég bara var að vonast til þess og síðan vann ég annað. Mér langar bara að klára FS og reyna að fara út í háskóla og læra fatahönnun. Mér langar svona mest að halda mér í fatahönnun og ef ég vil fara eitthvað sértækara en það, myndi ég fara í skósmíðina. Þannig að fólk er að hafa samband við og biðja bara sína útgáfu á einhverjum skóm? Sko, já, þeir eru svona aðalega að biðja mig að mála á hitt og þetta út af ég má ekki handsmíða skó og selja það. Þetta er lögverndið iðngrein. Þannig að svona, já, ég svona aðalega bara að mála á skó. Þangað til þú færir þína eigin línu bara? Já. Sem er kannski draumurinn eða? Já, draumur að eiga við þegi fyrirtæki. Gangi vel með það. Takk fyrir.